þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, hvort sem þú liggur eða situr. Þú mátt bara draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá lokar augunum. Bara leyfa þér að finna að þú slakar á. Leyfa þér að finna að þú treystir heilögum anda. Og ef það er einhver sem er hérna inni eða einhver sem er að hlusta á upptökuna eftir á sem hefur ekki ennþá stigið það skref að endurfæðast og öðlast heilagan anda, þá ætlum við að byrja á þeirri bæn núna. Og það er einfaldlega gert með því að taka ákvörðun að trúa. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú ert Guð. Ég trúi því, Jesús, að þú lifir í dag. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að ég er þitt barn, að þú hefur fyrirgefið syndir mínar. Í Jesú nafni. Nú ætlum ég bara að biðja að ímynda þér að þú svona sjáir sjálfa þig fyrir þér í huganum, sjálfa þig eða sjálfan þig. Ég ætla að biðja að bara segja við þessa mannesku, fyrirgefðu, ég fyrirgef þér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska þig skilyrðislaust eins og þú ert. Og síðan ætla ég að biðja að taka ákvörðun að bara afhenda sjálfan þig inn í ljósi til Jesú. Segja bara, þú lifir í ljósinu, í ljósi Jesú Krist. Og þú bara finnur að kemur svona léttir í hjartað. Síðan ætlum við að bjóða heilögum anda að koma til okkar. Komdu heilagur andi. Ég vil þekkja þig. Ég vil eiga samfélag og samband við þig. Ég vil elska þig. Takk heilagur andi fyrir lækninguna. Takk heilagur andi fyrir kraftaverkið sem þú ert að vinna í mér. Í minni heilsu núna. Síðan ætla ég að biðja að fylla hjartað þitt af gleði og eftirvæntingu fyrir því sem að kraftur heilags anda er að færa þér. Það segir í orðinu leitið fyrst hans ríkis og réttlætis
Og núna ætlum við bara að beina fókusnum okkar að honum. Það sem við fókusum á, það stækkar, það vex í lífi okkar. Og því meira sem við fókusum á Jesús, því meira sem við fókusum á heilagan anda, því meira að því fáum inn í líf okkar. Takk heilagur andi fyrir allar þessar yfirflæðandi allsnægtir sem að þú færir mér. Takk heilagur andi fyrir að lækna hugsanirnar mínar, hjarta mitt, sálina mína og líkama minn. Takk heilagur andi fyrir að gefa mér trú, fyrir að gefa mér fullvissu. Hver þú ert, lækningu og kraftaverk. Og ég gefi minn vilja upp til þín, heilagur andi, og ég beygi mig undir þinn vilja. Þér, Guð, engin hlutur megn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú tekur öll þessi vers sem við vorum að lesa, að þú tekur orð þitt og þá ritar það á hjarta okkar núna. Og ég bið þig, heilagur andi, að gefa mér sýn, sjáðu, Guð er með áætlun, Guð er með plan fyrir þig og þitt líf. Og sú áætlun, það plan er fullt af heilbrigði, allsnægtum, velgengni, ávöxtum, kærleika og friði og ljósi. Sjáðu, segir Drottinn. Og þú setur sýnina inn í hjartað þitt.
Ég vil að trúa sýninni sem þú hefur gefið mér, Guð. Og ég tek á móti fyrirgefningunni þinni, Drottinn, inn í hjarta mitt núna. Og þessi hugsun, þessi sannleikur, Guð getur allt. Það er svona krafthugsun sem á eftir að hljóma í hjartaniðinu. Þú ert eftir að taka eftir, allt í einu byrjar að tala þetta út. Guð getur allt. Guð getur allt. Guð er kraftaverka Guð. Guð er búinn að lækna mig. Þú ert eftir að finna hvað er auðvelt fyrir þig að fókusa á hann, en ekki kringum stæðarnar. Þú finnir fyrir honum á skynjaran hvar sem þú ert og hvert sem þú ferð. Þetta gamla er farið og Guð er komið með eitthvað nýtt fyrir þig. Eitthvað spennandi og skemmtilegt. Amen. Við bara þökkum heilugum anda fyrir þessa stórkostlegu lækningu, fyrir þetta kraftaverk. Og bíðum núna í eftirvæntingu og gleði. Amen.